Í þessari kynningu ætla ég að segja ykkur frá styttingu vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki. Í kjarasamningunum núna var samið mikla breytingar á vinnutíma vaktavinnufólks. BSRB og aðildafélög þess hafa í fjölda ára verið með kröfu að 80% vaktavinna sé 100% vinna og má segja að gengið hafi verið að þeim kröfum við samningaborðið nú, að minnstakosti fyrir hluta vaktavinnufólks. Vinnuvika vaktavinnufólks fer úr 40 tímum í 36 tíma. Þessi breyting gildir fyrir allt vaktavinnufólk. Fyrir vaktavinnufólk sem vinnur utan dagvinnutíma, helgar og á nóttunni, möguleiki á að stytta vinnuvikuna enn frekar eða allt niður í 32 stundir. Breytingarnar verða gerðar án launaskerðingar. Breytingarnar eru umfangsmiklar og eru gerðar með heilsu, öryggi og jafnvægi vinnu- og einkalífs starfsfólks og öryggis skjólstæðinga að leiðarljósi. Þá breytingunum einnig ætlað að stuðla að því að meiri festa verði í starfsemi vaktavinnustaða í opinberri þjónustu og dregið verði úr þörf fyrir yfirvinnu. Markmið breytinganna eru fyrst og fremst að draga úr hættu á heilsutjóni vaktavinnufólks, auka öryggi starfsmanna og þjónustuþega og auka möguleika vaktavinnufólks á samþætta vinnu og einkalíf. Rannsóknir hafa sýnt að vaktavinnufólk í aukinni áhættu á að fá ýmsa sjúkdóma. Þá hefur vinna á mismunandi tímum sólarhringsins slæm áhrif á svefn fólks og það getur haft í för með sér verri heilsu. Vinna á óreglulegum tímum gerir einnig fólki erfiðara fyrir að eiga félagslíf og fjölskyldulíf. Margar vaktavinnustéttir vinna þar að auki erfistörf, ekki síst í almannaþjónustunni. Stór hluti vaktavinnufólks vinnur hlutastörf og breytingarnar eiga að hafa það í för með sér að auðveldara verður fyrir fólk að vinna í hærra starfshlutfalli en áður. Þegar vinnutímastyttingin tekur gildi verður öllum starfsmönnum í hlutastarfi boðið að hækka starfshlutfall sitt sem nemur að minnstakosti vinnutímastyttingunni. Þetta hefur í för með sér launahækkun, í einhverjum tilvikum umtalsverða og ævitekjur hækka og á endanum lífeyrisgreiðslur vaktavinnustétta. Og þetta gildir ekki síst kvennastéttir. Vaktaálag greitt fyrir vinnu utan dagvinnumarka. Vaktaálag á nætuvöktum á tímabilinu miðnættis til 8 morgnanna hækkar, þannig að það verður 65% á virkundum og 75% helgar. Vaktaálag á öðrum tímum verður óbreytt, þannig að fyrir kvöldvaktir greiðist 33% vaktaálag og fyrir helgavaktir að degi og kvöldi til greiðist 55% vaktaálag. Og hér sjáum við nýja og gamla vaktaálagið. Nýr þáttur í vaktavinnu að vægi vinnustunda verður ólíkt. Þannig telja stundir utan dagvinnutíma meira en stundir á dagvinnutíma. Fyrir klukkustund á helgar eða kvöldvakt reiknast þannig 63 mínútur og fyrir klukkustund á nætuvakt alla dagavikunar reiknast 72 mínútur. Það má einnig útskýra þetta með því að segja að fyrir hverja klukkustund á vakt fáist annaðhvort 3 mínútur eða 12 mínútur í afslátt af vinnuskyldu. Með þessu vinnutími vaktavinnufólks sem vinnur utan dagvinnumarka styttur enn frekar niður fyrir 36 tíma og allt að 32 tímum á viku. Miðað við 40 stunda vinnuviku, sem hefur verið í gildi í nærri hálfa öld, 32 tíma vinnuvika 80% starf. Önnur nýjung í launamyndu vaktavinnufólks vaktahvati. Við útreikning vaktahvata horft á fjölda vakta á mánuði og fjölbreytileika. Vaktir eru flokkaðar í 4 flokka, dagvakt, kvöldvakt, helgarvakt, allur sólarhringurinn helgi og nætuvakt, þá á virkum dögum. Til þess að eiga rétt á vaktakvata þarf viðkomandi starfsmaður að mæta minnst 14 sinnum til vinnu í minnst 2 flokka vakta á mánuði. Svo eru 2 gólf, má segja. Til þess að vaktir telji inn í flokk þurfa minnst 15 tímar að vera í hverju flokki og starfsmaður þarf að auki að vinna minnst 42 tíma utan dagvinnumarka til að eiga rétt á vaktakvata. Vaktakvatinn á að tryggja að vaktavinnufólk í fullu starfi lækki ekki launum við breytinguna. Og þá á hann einnig að hvetja til þess að vaktabyrði sé deilt á milli starfsmanna.
Og vaktakvætin hvetur einnig til þess að vaktir séu skipulagðar með heilsu og öryggi starfsfólks að leiðarljósi. Þannig að það dregið úr hvata fyrir langar vaktir og stubbavaktir. Og vaktakvætin greiðir sem hlutfall af mánaðarlaunum samkvæmt töflunni sem sést á glærunni og það þá á bilinu 2,5% til 12,5%. Það eru líka að gera breytingar á yfirvinnu og eftir gildistöku breytingarna verður til yfirvinna 1 og yfirvinna 2. Yfirvinna 1 er 0,9385% af mánaðarlaunum og hún greidd milli 8 og 17 virkum dögum þar til starfsmaður hefur skilað 38 klukkustundum og 55 mínútum á viku. Eftir það og á öðrum tímum sólarhringsins greidd yfirvinna 2 sem greidd sem 1,0385% af mánaðarlaunum sem sama prósenta og var áður. Vonast til þess að vinnutímabreytingar vaktavinnufólks hafi þau áhrif að dregið sig úr yfirvinnu menningu. Þau gæði sem vaktavinnufólk fær með breytingunni, til dæmis vaktahvati og vægi vinnustunda, fylgja vinnuskyldunni en ekki aukavöktum. Það eru ýmsar aðra breytingar líka og helgidagafríð sem dæmi. Flest vaktavinnufólk getur þurft að vinna alla daga ársins, þar með talið á stórhátíðum og rauðum dögum. Og vegna þessa fær vaktavinnufólk annaðhvort greidda bætingu eða 11 daga vetrarfrí. Og þessu verður breytt við gildistöku breytinganna. Bætingin fellur niður og í stað 11 daga vetrarfrí sem ávinnst á ársgrundvelli og tekið út á næsta almanaksári, mun vaktavinnufólk fá jafnmarga frídaga og dagvinnufólk. Þannig að þeir frídagar sem falla á virka daga mynda líka frídaga fyrir vaktavinnufólk. Vaktavinnufólk getur auðvitað ekki tekið endilega frídagana þegar þeir á þeim dögum sem þeir skapast. En úttektin verður gerð sveigjanlegri, þannig að fólk getur tekið á jafnóðum eða óskað eftir því að safna þeim upp og tekið marga í einu ef það hentar starfseminni. Og þetta getur til dæmis nýst vaktavinnufólki til að dekka vetrarfrí í skólum. Álag fyrir vinnu á milli 4 á aðfangadagskvöld og gamlársdag og fram að 8 á jóladagsmorgni og nýársdegi verður hækkað í 120% og aðrir rauðir dagar greiðast áfram með 90% álagi. Hérna höfum við dæmi starfsmann í 100% starfi sem vinnur þrískiptar 8 tíma vaktir. Vinnuskylda hans fyrir breytingarnar 173,3 tímar. Eftir breytingu vinnuskylda hans 138,5 stundir. Hann fær 2 vaktir í frí vegna almennu styttingarinnar niður í 36 tíma og 2 til viðbótar vegna vægis vinnustunda. Vægi vinnustunda fer eftir því hvenær viðkomandi starfsmaður að vinna. Og þessi starfsmaður að vinna töluvert mikið utan dagvinnumarka og kemst því í lágmarkið. En það gert ráð fyrir því að laun breytist ekki við þessar breytingar. Hér annað dæmi starfsmann í 80% starfi sem vinnur á þrískiptum 8 tíma vöktum. Fyrir breytingu vinnur hann 137 stundir. Þessu starfsmanni býðst að hækka starfshlutfallið sitt sem nemur styttingunni að vinna áfram 137 tíma og verður hann þá í 90-100% starfi eftir því hvernig vaktirnar hans eru samsettar. Við þessa breytingar hækka launin hans umtalsvert. Allir starfsmenn hafa rétt á að hækka starfshlutfall sitt sem nemur að minnstakosti styttingunni. Við styttinguna myndast auðvitað mönnunargat sem þarf að fylla upp í. Og starfsmaðurinn getur líka kosið að stytta vinnuvikuna sína niður í 125 stundir og vera þá áfram í 80% starfi. Það verið að vinna að því að forrita reiknivél þar sem að vaktavinnufólk getur slegið inn sín eigin dæmi og átta sig þá betur á því hvernig þetta kemur út fyrir þau. Styttingin í vaktavinnunni ólík styttingunni í dagvinnunni. Hjá dagvinnuhópunum gert ráð fyrir því að starfsfólk og stofnanir geti yfirfarið verklag og endurskipulagt starfsemi með þeim hætti að ekki verði skerðing á þjónustu eða afköstum. Hjá vaktavinnustofnun augljóst að áfram verður að
manna alla vaktir. Því myndast svokallað mönnunargat þegar stytting vinnutíma vaktavinnufólks tekur gildi. Launagreiðendur á opinberum markaði ætla að standa straum af þeim kostnaði sem hlýst af mönnunargatinu en hann getur verið töluverður. Með því að bjóða hlutastarfsfólki hækka starfshlutfall verður vonandi hægt að manna hluta þeirra stöðugilda sem losna. Breytingarnar eru einnig fjármagnaðar að hluta til með því að stokka upp þær greiðslur sem vaktavinnufólk hefur fengið hingað til og breyta þeim. Greiðslur fyrir kaffitíma falla til dæmis niður. Starfsmönnum verður að sjálfsögðu áfram gert kleift að neyta matar og taka hlé á vaktinni eftir sem áður. Greiðsla fyrir breytingar á vaktskrá og fyrir aukavakt með stuttu fyrirvara breytist einnig og verður til nýr launaliður sem heitir breytingagjald. Áður var þetta greitt sem yfirvinna. Þessar greiðslur lækka örlítið en launagreiðendur hafa einnig heitið því að nýta þessi úrræði minna. Þannig var til dæmis samið að drög á vaktskrá eigi að liggja fyrir 6 vikum fyrir fyrstu vakt og endaleg vaktskrá liggi fyrir 4 vikum fyrir fyrstu vakt. Þessi fjármunir sem eru þarna teknir úr þessum þáttum, þeir eru síðan settir inn í greiðslu hærra vaktaálags, greiðslu vaktahvata og vægis vinnustunda sem að styttir vinnuviku vaktavinnufólks. Breytingarnar eiga að taka gildi 1. maí 2021. Þetta eru umfangsmiklar breytingar og krefjast mikils undirbúnings. Í einhverjum tilvikum getur þurft að breyta vaktafyrirkomulagi eða vaktskrám. Og því starfsfólki sem í hlutastarfi verður boðið að hækka starfshlutfall sitt með góðum fyrirvara. Ef það kemur í ljós að heilir hópar starfsmanna koma illa úr breytingunum, þannig að hvatarnir sem kerfið er að skapa ná ekki til þeirra, þá verður tekið sérstaklega á þeim málum með það að markmiði að starfsmenn lækki ekki í launum. Samningsaðilar munu fylgja breytingunum mjög vel eftir og verða reglulega mælingar gerðar yfir samningstímabilið. Þannig á meðal annars að fylgjast með veikindafjarveru, launum, starfshlutföllum og starfsánægju starfsfólks.